Formann nefndarinnar Silju Báru Ómarsdóttur að gera grein fyrir störfum nefndarinnar. Gjörðu svo vel. Já, formaður, góði félagar og allir þeir sem á okkur hlusta. Við í nefnd A erum ekki að leggja fram nein skjöl í dag. Það stafar ekki af því að við höfum setið auðum höndum síðustu vikuna. Heldur höfum við þvert á móti setið fast og lengi við endurskoðun þeirra greina sem við höfum nú þegar lagt frá okkur til kynningar. Sem að texti frá okkur hefur farið út og verið settur á vefinn fyrir allnokkru síðan. Höfum við fengið fjölda ábendinga hluti sem að vantar inn í skjalið sem ganga of langt eða ganga of skammt. Og höfum fengið formulega breytingatillögur frá ýmsum ráðsliðum og nú í vikunni fengum við síðan álit frá sérfræðingi stjórnskipunarrétti sem við erum að lesa í samhengi við tillögurnar og munum því leggja fram enn betur ígrundaðar tillögur í næstu umferð heldur en þær sem að nú þegar liggja fyrir. Ég ætla rétt að stikla á stóru yfir þær breytingar sem vænta má en bendi á að á borðum er svona yfirlitsblað greinarnar þannig að þið getið fylgst með svona hvaða greinar ég er að nefna en við erum dreifðum ekki skjalinu eins og það lítur út. Þið sjáu þetta áfangaskjalið sem er svona áreiðanlegasti textin í augnablikinu. En í jafnræðisregluna sem við þekkjum öll þá erum við eiginlega komin á þá skoðun að bæta inn kynþætti, við höfum bætt honum tekið hann út, fjarlægt vísun til þess hugtaks í upphafi starfs okkar en þetta kemur aftur inn eftir mjög sterk viðbrögð frá okkar helstu mannréttindasérfræðingum. Við svona horfðum á þetta hugtak og hugsaðum, þetta er ekki beinlínis til, en í mannréttindaskjölum og vinnu á alþjóðavettvangi þá er þetta ennþá gert og auðvitað er kynþáttur ennþá félagslega mótað hugtak og veruleiki þeirra sem að hvað helst sæta mismunun, þannig að við höfum ákveðið að setja það aftur inn svona í næstu umferð. Að auki var nokkur umræða það og þetta tengist líka gildakaflanum að hvort við ættum að skilgreina íslensku og táknmál sem opinber tungumál. Það eru ný staðfest lög sem að gera það en ýmsir vilja fá þetta inn í stjórnarskrána einnig og komið það til sem er svona sátt held ég í nefndinni í bili allavega að tungumáli verði bætt inn að þá myndum við, að verndi íslenskuna verði bætt inn í stjórnarskránna, þá myndum við einnig setja inn tungumál sem mismununa breytu í jafnræðisregluna. Þess að breytu sem bannaðar að mismuna út af, þannig að það myndi bætast við atriði þar. Svona mín tilfinning að minnsta kosti, ég segi ekki, ég tali fyrir alla nefndamenn, að þá kannski hefði það síður verið nauðsynlegt ef við værum ekki með skilgreint opinbert tungumál. En þarna myndum við þá bæta þessu við. Þá er til umræðu að bæta inn á eftir jafnræðisreglunni sérstakri skerðingar eða gildisviðsgrein. Það er að grein sem tiltekur almennt undir hvaða kringumstæðum mætti skerða réttindi sem eru tilgreind í skránni. En þetta er ennþá í deiglunni hjá okkur. Við fengum ábendingu frá fróðum lögfræðingum að þetta gæti verið skynsamlegt og fáum síðan tilbaka frá öðrum lögfræðingum sem að líka hafa ýmislegt til síns máls að þarna gæti verið möguleiki til að túlka slíkt ákvæði of rúmt. Þannig að skerðingarheimildir yrðu rýmri við kaflan heldur en ef að skerðingarheimildir eru veittar í hverju grein fyrir sig. Þannig að þetta gæti verið varhugavert en þannig að þetta er bara til að upplýsa ykkur er svona í umræðinu hjá okkur. Nú í greininu tjáningafrelsi hefum við verið að skoða að bæta við einni málsgrein sem myndi tiltaka skyldu stjórnvalda til að tryggja aðstæður í samfélaginu til opinnar upplýstrar umræðu. Auk þess sem að bann við ritskoðun sem að þegar inni er gert að sjálfstæðri málsgrein og gert sýnilegra þar með. Og meðan við höfum verið að starfa þá hafa Sameinuðu þjóðirnar gefið út skýrslu þar sem að sagt er að það teljist eða eigi að teljast mannréttindabrot að svipta fólk aðgangi að netinu. Og þetta er auðvitað einn punkturinn sem hefur komið upp og við höfum fengið mikið af ábendingum frá svona netnördum, ef ég leyfi mér að sletta, til dæmis hlutlaust net, net neutrality og upplýsingatekni, þannig að þetta eru svona hlutir sem eru líka í þróun. Upplýsingafrelsisgreinin er lítið breytt en við erum meðvituð þá gagnrýni að listi eins og sá sem við tölum síðast og þekkist í Noregi er flókin í framkvæmd en við okkur mjög áfram að halda inn í þessum gagnsæi sjónarmiðum og halda þeim hátt á lofti og við leitumst til að finna raunhæfa leið út úr því máli.
Trúfrelsi og þjóðkirkja heldur áfram að taka svolítinn tíma í umræðu. Það í skoðun skerðingar ákvæði í trúfrelsisgreinina. Við fengum svona ábendingu það að það væri allt í lagi að viðurkenna trúna til þess að kannski að þú þurfir að taka eiturlyf til þess að uppfylla þína trú en þú hafir samt ekki réttinn til að framkvæma það. Það svona einhver að því að þá náttúrulega ferð að skarast á við almennt banna við eiturlyf í notkun og svona. Þannig að það eru svona ýmsar flækjur sem eru að koma upp eftir sem við höldum lengra áfram. Og þarna voru margar breytingatillögur líka sem komið fram á ráðsfundi og þær hafa fengið mikla umræðu. Við erum samt alltaf að lenda aftur og aftur í þessari hugmyndum það borgi sig að setja málið í þjóðaratkvæðagreiðslu með þessum 2 valkostum, þannig það svona hvernig það sem að staðan sennilega. Nú greinum ríkisborgararétt hefur fengið svolítið umræðu. Við kynntum snemma í starfinu hugmyndir að allir þeir sem ættu foreldra með íslenska ríkisborgararétt fengju ríkisborgararétt eða ættu allavega rétt á honum. Við höfum fengið athugasemd það að þarna getum við verið að búa til svona betri og verri ríkisborgararétt, æðri og óæðri, þannig að við erum svona aðeins að skoða þetta. Þá hefur ríkisborgararéttargreinin verið brotin upp í 2. Við tókum hana svona uppbyggingarnar úr stjórnarskránni eins og hún stendur, en þar var annars vegar ríkisborgararéttur og hins vegar ferðafrelsi í raun og veru skilgreint, þannig að við byggum til greinum ferðafrelsi og teljum gott að skilja þetta að. Nú greinin afturvirkni refsingar, þar höfum við horfið svolítið tilbaka og erum að bæta aftur inn fullkominni lögjöfnun sem að ýmsir gerðu athugasemdir við, bæði hér í ráðinu og utan þess. En þær eru þess efnis að gera þurfi ítarlegri kröfur lögjöfnun tíðkast í almennri lagatúlkun. Þannig að þetta eru svona stóru breytingarnar sem að eru orðnar. Það eru síðan svona minni breytingar á öðrum greinum og við erum svona milli 20 og 25 í númera yfirferðinni. Við höfum eftir að klára 6-8 greinar. Og eigum síðan eftir að afgreiða nokkra greinar inn í áfangaskjalið en flestar hafa verið kynntar í einhverju formi þó að kannski sé verið að brjóta upp. Kaflinn eins og stendur núna 32 greinar og í næstu viku þá erum við að fara yfir allan kaflan í heild sinni og það eru breytingar við mjög margar greinar, fáar sem að standa óhreyfðar eftir vinnuna sem við höfum farið í gegnum. Nú, fulltrúarnir í A-nefnd eru Arnfríður, Dögg, Freyja, Illugi, Katrín, Oddsdóttir, Þorvaldur og Örn Bárður og auk mín og ég tel mig geta fullyrt að við höfum öll lagt okkur fram með að koma til móts við ólík sjónarmið bæði innan nefndarinnar og innan ráðsins og þau sjónarmið sem að berast okkur í innsendum erindum. Það fylgir auðvitað í þessu starfi að ýtrustu kröfur þurfa að víkja og fæstir fá sínar óskir algjörlega uppfylltar. En þetta þurfum við bæði að huga að laga framkvæmd og síðan innra samræmi í skjalinu. Þar að auki erum við líka að bregðast við samfélagslegum aðstæðum sem að mörgu leyti eru mjög sérstakar. En þetta eru í stuttum máli svona stærri breytingarnar sem komið og bið ykkur þá bara að ef það eru einhverjar spurningar að beina þeim til okkar. Ég held að við séum öll tilbúin í nefndinni að bregðast við þeim. En í næstu viku verði ítarlegri umræða efnisleg umræða greinarnar og þá myndum við einnig vilja kynna drög að fyrstu grein þeirri sem við vísum gjarnan til svona sem gilda eða markmiðsgrein. Þetta bara lausleg yfirferð og ég þakka gott hljóð og óska ykkur gleðilegs 17. júní.